var tydlig i dette. Ja. Jo. Oi. Ja, da. Setta í hafnbóð. Þetta kom aðeins. Maður, hvað er að gerast þennan?
Jæja, ég mætt hérna aftur, Steinunn. Við biðumst afsökunar að það vantaði lýsingu í fyrsta leikhluta. En hér leikur SA og Bjarnarins. Við erum komin í aðra lotu. Staðan 1-0 fyrir SA. Og það eru SA-konur sem eru með pökkinn að sækja á Björnin. Fjölnir reynir hérna uppspil. Sendingin rátaði ekki á rétta mannesku, þannig að SA komin inn í spilið. Það hún Gunnborg sem með pökkinn. Skiptir hérna við varnarmenni sem kemur niður í hornið. Katrín kallar á pökkinn. Nú hún Saga. Eva, varnarmaður, greip skotið frá henni. Þetta hlýtur að hafa verið frekar vont. eins og herðist. Katrín skorar. Birta missir pökkinn niður og hann fer inn og SA-stelpur eru komnar í 2-0. Þetta var óheppilegt. Dómarar í leiknum eru Ingibjörg, Vilhelm og Elva. Ingibjörg aðaldómari, það sú sem með línurnar, appelsínugulu línurnar á örmunum. Það tekið uppkast í miðjunni eftir mark. Og hér barátta pökkinn, 3 lenda í svellin eftir það. Uppi stendur Jónína, spilar að markinu, nær skoti og það 3. markið. Frá Maríu. María Eiríksdóttir númer 20 nær að setja mark eftir stoðsendingu frá Jónínu Guðbjartsdóttur númer 21. Jónína sem einmitt aldursforseti þessa leiks. Hún í sama liði og Ingvar og Bjössi í fyrirleiknum sem við höfum hort á í dag. Miðaldraliðinu. Elín náði pökkinum, skautar hérna tilbaka til þess að stilla upp. Kolbrún tekur pökkinn og Sigrún Agata, hún Agga. Númer 21, hún Elísa, skautar fyrir, býður eftir sendingu, fær hana ekki. Markmaður SA tekur pökkinn en það hún Sjóli Godró. Ég verð að fá 2 stig fyrir að reyna allavega að bera þetta fram. Þetta var með mitt besta. Kristín, fyrirliði Bjarnarins, vinnur þetta uppkast og skot kemur frá Teresu. Númer 4, við liði Bjarnarins, Teresa Akureyringur. Nú eru Fjölniskonur með pökkinn, reyna að koma uppspili. Kristín náði ekki alveg þessari sendingu sem var aðeins fyrir aftan skautana hennar. Best að fá pökkinn aðeins fyrir framann. Þarna kemur Lora, hún skoti á mark sem stöðvað af Sjóli. Við nótum bara fornafnið eins og títt á Íslandi. Kolbrún og Katrín mætast þarna í uppkastinu. Kolbrún vann þetta og þau náðu skoti. En það varið að varnarmenn SA. Nú pökkurinn að koma bak við marki, það Saga Blöndal.
Þarna kemur Kolla, nær ekki að koma pökkinum fyrir. Skot á mark. Elísa rétt missir af pökknum. Vel gert hjá Fjölnisstúlkum. Og hið skemmtilega orð pökkur, ef að fólk er áhugasamt fallbeygingar, eins og allir hljóta að vera, að þá má segja bæði pekkinum og pökkinum. Hér er ekkert rangt. Akka og Jónína börjast þarna pökkin. Pökkurinn er á leiðinu út úr svæðinu. Guðrún er með hann. Já, hún er með hann. Ekki lengur. Jónína og Eva reyna þarna að leika á Fjölnisstúlkur, ná skoti en Birta tekur þetta. Faðmar pökkin að sér. Og bæði lið skipta. Nú stilla Bjarnakonur upp, senda varnamann á milli, ná uppspili þar sem að kanturinn sendir hérna á sendirinn, hún nær skoti, það er rétt framhjá. Essa nær hérna og þó, Teresa reynir að halda hann minni, rétt missir hann út fyrir og Kristín fyrir Björnin. Það er oft þessi barátt á miðjunni hérna, það sem að maður er rétt búinn að segja nafnið á einum leikmanni þegar að annar kemur og tekur það. Miðjan er svona baráttusvæðið það sem að leikurinn kannski spilast svolítið. Hver vinnur miðjuna og kemst í sókn. Hérna er baráttan niður í horninu. Dómarinn búinn að setja hendina upp. Og það er brot á Evu. Eva Hlynsdóttir braut af sér, það er tripping held ég, eða fella, hún felldi með kylfinu sinni, já. 2 mínútur. Þá spila Bjarnakonur einni færri í 2 mínútur, verða 4 á móti 5 Essa-konum, vinna samt uppkasti hérna og Elín kemur pökknum út. Og þá stilla þeir upp. Anna Sonja býður hérna róli þar til Gunnborg kemur, sendir yfir á Jónínu og þær koma honum inn í svæðið. Missan reyndar hérna fljótt. Planið gekk ekki alveg eftir. En þetta plan gekk ekki heldur eftir. Nú reynaður að spila liðið sem er einu fleiri. Reynar að spila hinnar út úr stöðunum sínum og Bjarnastelpur eru komnar 2 á móti Engri. Já! Vel gert. Harpa sendir á Kolbrúnu sem að setur mark. Einu færri skora Bjarnastúlkur mark á 5 akureyskar stelpur. Vel gert. Nú er einhver misskilningur í gangi, það er einni og mikið. Það er einni og mikið. Kristín býðst til að fara út af eða fattar allt í einu að hún er á röngum stað. Og við vonum að við þetta mark hafi Bjarnakonur fílelst og mæti núna með trukki í þennan leik. Seti jafnvel bara annað mark, þið snarasta. Ég er til í það, ég elska mörk.
Birta ver þetta og það er hamagangur fyrir fram markið. Og nú þarf einhver að gefa í. Það er María sem ætlar að gera það. Skautar hérna eftir Katrínu. Og þessa konur komast hérna í sóknina en hún er ein með 3 í kringu sig, ræður kannski ekki alveg við það. Ég sé að Ingibjörg dómar er komið með hendinu upp, það er biðdómur. Mikil barátta þarna. Markmaður SA er komin út af þannig að nú eru þær 6 inn á. Vel gert hjá Birtu, hún varði. Þetta var nú bara 1 á 1. Ég held að það hafi verið 1,5 eða 2 metrar á milli þeirra og hún verið þetta með kylfunni. Teresa fær að hvíla sig í 2 mínútur í bóksinu, skammakróknum, hvað sem maður vill kalla það. En okkar stúlkum í svörtu, þeim líkar bara vel að vera 4. Það er skoruð á þann og kannski það var fundið hjá sér að þær þurftu bara að gera það aftur. Tvær mínútur voru fyrir roughing. Það þýðir oftast þú ýtir eða kýlir frá þér einhvers konar of miklar ýtingar. Þessar stúlkur skipta meðan að pökkurinn er þeirra enda. Anna Sonja tekur hann strax upp og skautar. Nú þarf að stilla upp. Herborg fær pökkinn. Elín og Harpa pressa vel á hann og koma pökknum út. Nú ætti Kristín einmitt, já, hárréttu tíminn til þess að pressa og trufla þessar stelpur í að komast af stað með spilið sitt. Hérna kemur Lóra nær að trufla hana Katrínu svo hún missir hann. Þetta er bara góð vörn. Vel gert. Bjarnastelpur ná að stoppa allt hérna í kringum blálínuna eða fyrir hana með góðri pressu. Ein pressar og hinn býður aðeins fyrir aftan. Hérna er Inga. Þau systkinin Inga og Gunnar er að spila leiki í dag, bæði númer 5. Pappinn og hurðinni í báðum leikjum. Kristín tekur hérna skot og nær þannig að halda þessa stelpum í varnarsvæðinu sínu á meðan að varnarmennir skipta. Þetta er bara mjög vel hugsað hjá henni. Hún er að halda pökknum. Nú byrjar markmaður SA berja í ísinn sem á að gefa leikmörunum til kynna að leikmaðurinn er að koma inn á númer 5 og nú er jafnt í báðum liðum. Agga keyrir þarna inn í sóknarsvæðið, var á undan pökknum, þannig að það er ekki dæmt ísing. Það er svo kallað hybrid ísing. Kolbrún spila sig í gegn, tekur skot og rétt yfir samskeytin. Ég held að Sjóli hafi náð að lauma kylfunni í þetta skot, sem er hrikalega vel gert. Já, nú er Elísa hérna með smá tíma en Sjóli mætir henni. Agga er komin snögg. Reynir að skjóta í áttamarkinu með vonum að það sé einhver þarna sem kemur. Eða að Sjóli hafi ekki verið í jafnvægi eftir að hafa skautað út á markinu. Svona nokkuð barningur hérna við að ná stjórn á pökknum. Hérna fellur Guðrún, fær smá högg á höfuðið. Þetta þurfum við ekki.
að sjá. Leikmaður númer 24 hjá SA. Það er sestur í bóksið með 2 mínútur komnar upp á töflu og Guðrún númer 55 hjá Birninum. Mér sýndist atburðarásin vera svo að það var brotið á Guðrúnu að henni fannst ekki búið að dæma og hún brýtur síðan á annarri eftir það. Svona svo kallað hefnubrót. En þá spila liðin 4 á móti 4. Og það gefur öllum aðeins meira svigrúm inn á ísnum til þess að hreyfa sig og nota plássið. Það er svolítið gaman að spila 4 á móti 4. Það eru allir svolítið að renna. Elín tekur skot, Sjólíver þetta. Hann hefði hugsanlega verið á leiðinni framhjá. Elín er fyrst í þennan pökk, en rennur líka. Akka með sendingu hérna fyrir markið, en á liðsfélaga, Kolbrúnar með pökkinn. Hún heldur honum ennþá. Sendir hann fyrir, Akka er þarna. Sjóli tekur þennan pökk. Sóknarmenn stilla sér jafnan fyrir framan markmanninn til þess að hindra að hann sjáu skotin sem kemur að, en einnig til þess að ná að spegla pekkinum inn. Þannig að það er oft gaman að fylgjast með baráttunni sem er fyrir framan markið þó að það sé ekkert engin pökkur nálægt, en það er baráttu um stöðu að standa beint fyrir framan. Áhuga sem er geta dunda sér við að fylgjast með því. Nú spila Akureyringar upp pökknum. Eva er með pökkinn á móti Evu. Evurnar berjast. Þarna Eva nær að spila sig bara ein og nær skoti. Nú er Marja tekin við. ...20 sekúndur cirka eftir þar til leikmennir koma inn á. Ekkert varð úr þessu. Leikmenn kannski óvanir að hafa svona mikið svæðin á ísnum. Lóra skaut hana upp fyrir Björnin. Nær skotið og það er rétt framhjá. Nú eru bæði lið fullskipuð. 5 á móti 5 aftur. Kolbrún og Annarsson eru þarna mikilli baráttu. Kolbrún bæti stjópin. Teresa tekur skotið og Akka rétt missir af því að spegla honum inn eins og ég var að lýsa áðan. Elisa nær pökknum. Teresa sendir á Öggu og nú þurfa sóknarmennin hinum megin að koma og skauta með henni. Núna býður Akka eftir Kristínu en Saga var búin að fatta þennan leik hjá henni.
Eva er 1 á móti 2, 3. Birta til varnar, Verita og svo skotið yfir. Mikil barátta hérna bak við markið. Elísa sendir núna á Maríu. Maríu skautar inn fyrir, missir hann. Eva sendir hann blindandi. Getur verið hættulegt. Þessa stúlka komst þarna inn, ég náði ekki valda á honum sem betur fer. Sem betur fer fyrir Björnin. Rángstaða. Jónína náði pökknum fyrir aftan sig. Var sennilega komið öll inn fyrir bláu línuna sem er rángstaðulínan. Og pökkurinn fyrir aftan, en pökkurinn þarf alltaf að fara fyrstur yfir þessa línu. Annars er rángstaða. Já, Laura Murphy skýtur og rétt missir af því. Agga er felld. Og dóminn fær Sjóli, markmaðurinn, fyrir að trippa hana Öggu. Það þýðir að einhver leikmann SA sem er inn á ísnum þarf að sitja í 2 mínútur fyrir hana. Og nú er línudómarinn villi að benda dómarnum það og það þarf að ákveða hver af þeim sem var inn á að fara í bóksið í 2 mínútur. Það er Inga. Inga tekur þetta bara beint á kassan. Fagnar hvíldinni. Og þá fá Bjarnastúlkur tækifæri, einni fleiri, til þess að minnka bilið, bæta við marki. Það er einhver smá bið. Það þarf að bíða eftir að dómurinn sé komin upp á leikklukkuna. Þarna er þetta komið og þá er hægt að hefja leikinn aftur. Skot sem að Sjóli ver, gott skot hjá Öggu. Og pökkurinn hefur fest í netinu. Það þarf að fá nýjan pökk. Svona pekkir eru búnir til úr samanþjöppuðu gúmmíi. Þeir eru mjög harðir. Skot framhjá frá Öggu. Guðrún. Smá miskilningur þarna, en jú, pökkurinn lendir hjá SA stúlkum. Nú vilja þær reyna að spila honum út og dundra honum yfir, sem þær gera. Þær fara í skiptingu og þá koma 2 ferskar inn sem að pressa. Og já, þar kom honum inn. Rétt fram hjá stönginni frá Öggu. Öggu búin að eiga mörg skot núna í þessu powerplayi. Það er gott, því fleiri skot, því fleiri líkur á marki. Þær haldur sig inni, Kolbrún heldur sig inni. Og aftur
Þessar stelpur koma þessu út. Birta stoppar pökkinn fyrir aftan markið og þá er að stilla upp. Einhverjir skipta. Hinir hingra og það þarf að stilla upp. Teresa er tilbúin þarna, setur hann inn í hornið og leitar að félaga. Lora með pökkinn, missir hann út fyrir og það er þá að komast aftur inn. Leitar að liðsfélaga, góð pressa frá Jónínu og Lora þarf að snúa sér og bakka meira en hún hefði viljað. Nú er 1 sekúnda í að SF fái leikmanninn sinn og þær eru aftur orðnar 5. Tvær mínútur eftir þessari lotu. Staðan er 1-3 fyrir gestina. Það er æsing. Ég man ekki hvort ég er búin að útskýra æsingu, en æsingin er þegar að pökkurinn fer yfir 3 línur, er settur á stað fyrir aftan miðju sem sagt og fyrir miðjulínuna, rangstöðulínuna og endalínuna án þess að nokkur snert hana. Elisa nær þessum pökk og nú Kolbrún. Nú þurfa að bíða eftir kalli en Anna Sonja kemur hérna sterk inn og náði pökknum af henni. Nú er mikil barátta. Hér láta allir finna fyrir sér. Það má ýta. En það má ekki ýta svona með kylfunni. Þetta er cross-checking. Nei, hún dæmir á þetta, hvað heitir það nú aftur? Hún dæmir á þetta women checking held ég að það heiti, sem er bara dómur í kvennahokkiinu. Þú mátt ekki tjekka, konur mega ekki tjekka og þegar hún setur hendin á bringun öðru megin þá er það brotið. Þessi pökkur fór bara í hliðanettið og nú kemur Harpa, hún er hrikalega snögg, náði ekki alveg nógu góðri ferð í þetta skipti. Teresa kemur niður og pressar, Harpa er þarna líka, þær eru einum færri, Bjarnakonur, en víla það ekkert fyrir sér og setja mikla pressu á Essa. Flott hjá Elínu, setur hann niður í svæði þannig að þær þarf aftur að fara niður stillu. Þetta tekur allt tíma og eyðir tímanum sem að refsingin er. En nú er smá hætta, þarna er Jónína ein, býður við rangstöðulínuna. En Elín snögg, náði henni. Og Guðrún Marín setur pökkinn alla leið yfir. Það er ekki ísing þegar liðið sem er einum færri sendir pökkinn yfir alla línur. Það er bara ísing þegar jafnt í liðum eða lið sem er einum fleiri sendir pökkinn. Nú eru 15 sekúndur eftir cirka. Bjarnastelpur vilja halda þessu. Setja hann yfir. Essa virðist í smá vandræðum með að stilla upp. Núna náði þeir betur. Annarsson tekur skot. Birta náði þessu og leiktíminn í annarri lotu er klárast. Og við tökum okkur stutt hlé. Hlaupa og pissa og mæta aftur eftir 15 mínútur. Ekki missa neinu.
Jæja, þá komið þessu. Við sjáum að Fjölniskonur eru 4. Það eru byrjað 4. Refsingin er ekki búin. Elísa er sest í bóksið. Akureyringar vinna uppkastið en missa hann síðan. Og ef ég sagði í upphafi að Sjóli væri frá Bandaríkjunum, þá er það ekki. Hún er kanadísk. Mér var veifað hérna kanadíska fánanum. Mjög skýrt. Vel gert hjá Elísu, kominu upp, allavega upp, en þetta rann út í sandinn. Guðrún er með pökkinn, setur hann í miðjuna og þar er Marja. Marja stendur í smá stappi þarna, Kristín kemur aðstoðar. Lora kemur honum ennþá smá barátta hérna í miðjunni. Góð sending hérna á milli leikmanna frá Guðrúnu á Marju. Marju skautar með hann inn og lítur upp, sér þarna Loru. Og SS-stúlkur kom honum inn, Saga keyrir hérna inn að enda svellsins. Hér er Elín og Kristín. Mikið svona fram og tilbaka tímabil núna. Bæði lið er að reyna að ná aðeins stjórn á leiknum. Ekki búið að takast enn. Mikið fram og tilbaka. Hér er Kolbrún, hún missir hann. En Elísa er ennþá í baráttunni. Þessar stúlkur, hún setur hann upp miðjuna. Eva tekur við honum hinum megin. Oppa Daisy. Lenti orst í netinu, hliðanettinu, en var ekki þægilegt. Kolbrún setur hann út fyrir beint á SS-stúlku sem setur hann beint inn. En þar þurftu þær að skauta út fyrir blálínuna til þess að vera ekki rangstæðar. Hún mátti ekki vera inn í svæðinu þegar að pökkurinn er að koma inn nema hann hafi verið sendur af mótherja. Það er undantekning. Eins og öllum reglum. Flestum. Essa ná taki á pökknum. Það er hún Herborg. Sendir yfir á Katrínu sem skýtur. Birta ver þetta. Pökkurinn er bak við markið. Þar er Elín á fullu í baráttunni. Við Maríu, 77. Herborgu. Og eins og ég talaði í kallaleiknum fyrir í dag að þá geta allir byrjað að æfa ísokki og það eru 3 skautahöllur á landinu. 2 hérna í Reykjavík og 1 á Akureyri. En það er nú fleiri staðir sem að vilja gjarna hafa svell. Á Ísafirði síðasta vetur var útisvell. Það sem að skólabörn voru mikið að skauta á daginn. Gott skot hérna frá Teresu. Og Kolbrún snýr, sendir á Teresu, Teresa skýtur, Sjóli tekur þetta. Skotið var beint á hana. Og liðin skipta bæði. Það er alveg nóg að spila í mestalagi mínútu inn á í einu í ísokki. 45 sekúndur til mestalagi mínútu er nóg keisla. Hér stelst Gunnborg inn í sendingur 1 á móti Birtu og skorar. Upp í vinstra hornið. Var þetta ekki örugglega Gunnborg? Jú.
Stundum þekkir maður skautastílinn, stundum þekkir maður á hárinu. Nú fyrir SA-kórinn í gang. Hér eru mættir nokkrir SA-ingar sem voru bæði að spila fyrir dag og eða eru foreldrar og fylgifiskar. Staðan er 4-1 fyrir SA og 16 mínútur eftir. Nú eru dómarnir að ræða hérna þessi horninu. En við erum búnir. Þetta snerist sennilega hver skoraði markið. Björnin vinnur þetta uppkast, Kristín sér það. Sterk í face-offum. Lora kemur honum út og rétt missir af þessum Kristín. Hann er María tilbúin. Allir eru tilbúinir. Eva nær honum. Og Daisy. Það er að bæta smá spennu í þetta. Hún Eva er svolítið svoleiðis. Það er allt svolítið skemmtilegra og meira spennandi ef maður hleypir gleði í þetta. SA með pökkinn, ná skoti en vörnin tekur það. Auðvitað. Elín skautar upp með pökkinn, er komin hérna skoti og þarna er laus pökkur. Lora rétt missir af honum. Þetta var óheppni. Markið var opið og Lora rétt misti. Og mikil vörn þarna. Ég sá ekki hver það var sem rendi sér og bjargaði þessu fyrir SA en það var vel gert. Lora aftur kemst hún inn í sendingu. Nú eru þær tvær, Lora og Kolbrún. Lora skýtur, Sjóli kemur kylfinu í og þær ná að bæja hættinu frá. Það er bara aftur hérna upp við ramman. Allir eru að reyna að ná pökknum. Hann er sendur tilbaka. Þar eru Agga og Kolbrún klárar í baráttu. Þetta er Elísa og Agga. Og nú þarf að bakka. Skauta tilbaka. Mikil barátta hérna að koma pökknum út. Það má ýta og þrýsta leikmönnum í burtu en ekki meira það. Vel gert hérna, Kristín náði en vantar hérna samherja með hinum megin. Já, en hún nær þetta er brot á Jónínu. Slashing. Hún slær kylfinu hennar Kristínar, þannig að Kristín er ekki skoti. Þannig að hefði Kristín eflaust skorað. Ja. Tripping er það. Jónína fær hrós úr stúkunni fyrir að vernda eða passa markmanninn. Hún hristir nú hausinn yfir þessu, tekur ekki undir það. Björnin vinnur face-offið. Face-offið er þegar að pökknum er hent niður á þessum hringjum, miðjupunktum. Elín tekur skoti. Rétt missir af þessu hún. Teresa, mikil barátta þarna fyrir framann og SA-konur kom honum út. Nú sjáum við að Elín er að bíða eftir að allir stilli sér upp. Kerfið er greinilega þannig að hér kemur Kolbrún. Tekur spilið. Það þarf að stilla upp aftur á því þarna er SA-stúlka sem að pressa hrikalega vel. Truflar spilið á meðan. Þá kemst María upp hérna hinum megin með Kolbrúnu fyrir aftar sig. Bíður, sendir á hana. Kolbrún horfir upp. Bíður eftir að allir séu komnir í stöður. Allir séu komnir inn á. Svo kemur skotið, það er bara í utanverða stöngina og framhjá.
skoti frá Guðrún Marín. Kolla horfir, stillir, Guðrún skýtur aftur. Elísa er þarna fyrir framann, stillir sér upp fyrir framann markmanninn. Nú gerir Harpa það, stilla sér upp beint fyrir framann til þess að trufla og skyggja þannig að markmaðurinn sjá ekki. Og til þess að spegla inn skotum. Skot framhjá. Fleiri skot. Pökkun er laus. Kolbrún setur hann aftur fyrir. Þar er Agga tilbúin að taka mótunum. Rétt missir á honum. Guðrún er komin tilbaka, sendir yfir á Kolbrúnu. Nú þarf allir að drífa sig út fyrir svo hún komist inn. Kolbrún tekur skotið. Sjóli verður það. Lora mætir, heldur pökknum inni. Kemur honum á Hörpu. Snýr sér svo, sendir aftur í hornið á Hörpu. Rétt missir á honum. Bæði lið eru jöfn. 5 á 5. Vel gert og skot. Þetta var gott spil hjá Teresu og Lora með skotið en Sjóli var á réttum stað. Kristín vinnur þetta og Eva nær skoti sem er framhjá. Teresa kemur á siglingu hinum megin og vinnur pökkinn. Og þá fer Katrín af stað hinum megin. En missir hann, Teresa er hérna með hann, missir hann. María reynir að pressa. Sláinn og yfir. Þetta var mjög gott skot. Missir hérna aðeins jafnvægið. Góð vörn hjá Loru. Anna Sonja tekur skoti og Birta sér þetta og ver. Nú þurfa hérna stúlkur að vera fyrstar í frákosti af þessu skotum til þess að þess ná ekki aftur skoti. Guðrún Marín mætt þarna, setur henni miðjuna en ekki alveg nógu mikið á Maríu sem er hérna. Skot hjá Gunnborgu sem að næra skauta inn og skjóta en varið hjá Birtu. Nú eru inn á 2 bændur, gaman að minnast á það. Það er Anna Sonja og Jónína. Þær eru bara kúabændur. Takk fyrir það, stelpur. Þetta myndi vera æsing, pökkurinn fyrir yfir 3 línur. Þá má ekki skipta. Það er ekki eftir nema 9 mínútur að þessum þriðja og síðasta leikluta. En það er nógu tími fyrir mörg. Stelpurnar stilla sér upp. Kristín vinnur þetta. Og Elín missir pökkinn og þarna kemst Eva í sókn. Lítur upp og sá Maríu með sér en Björni náði pökknum en missir hann aftur. Birta ver þetta til hliðar. Þarna er Saga. Hún missir pökkinn. Harpa stendur sig vel hérna. Gefur í, pressar á Evu. Þetta er æsing. Spila, segir. Harpa er með pökkinn og þarna kemur aðstoð frá Kolbrúnu. Kolbrún sendir yfir á Loru, sér hann þar. Lora skautar að marki, lítur, er einhver að koma, tekur skotið þar sem enginn var kominn. Skot hinum megin frá.
rétt yfir, skot frá Elísu. Kolbrún nær frákastinu. Hér er Teresa með pökkinn, sendir hann yfir sér Kolbrún þarna á kantinum. Og Kolbrún horfir, tekur skotið, veit að Agga er að koma hinum meginn frá. Agga og Kolbrún aftur með gott samspil, ná ekki að koma pökknum á marki samt. Þarna eru Lóra og Guðrún Marín komnar í vörnina og Elín, nú þarf að gefa allt í botn, ná þessu, en bóndinn var undan. Kristín sendir á Maríu Sól sem reynir að leika á aðaleiði. Hérna er Kristín með pökkinn, er komin hérna einn, nær sending á Elínu, og Sjóli grípur þetta, ver skotið upp í hanskan, grípur með hanskanum. Kolbrún vinnur uppkastið. En SS-stelpur ná pökknum eftir smá baráttu. Teresa tekur hann af Maríu. Kolbrún leitar að réttu leiðinni. María pressar hana alveg tilbaka og nú gefur Kolbrún í, ætlar að komast hérna framhjá, 1-2. Er ennþá með pökkinn, sendir á Elís og Elís skýtur. Kolbrún rétt missir af frákastinu. Gott tækifæri hjá Bjarnastúlkum. Jónína sendir yfir á Maríu sem setur hann niður í hornið og það er spilað. Þetta var á línunni, eins tæft og það verður. Þarna var smá gapp í gangi. Elín þóttist ætla að taka hann. Þessa stelpur snúa vörn í sókn. Kolbrún með María nær honum. Halda honum inni, en hér mætir Lóra. Hún ætlar ekki að láta þær halda honum inni. Kemur honum fyrir, þar er Sjóli og Kristín ætlar að koma að staði en er ítt tryggilega í burtu. Það er engin varnarmaður sem leyfir sóknarmanni að skauta ósnertum fram hjá markmanninu sínum. Það er svona óskrifuð regla í íshokkí. Ef þú sem sóknarmaður ætlar að stilla þér upp, skauta fram hjá, reyna að skjóta, þá eru varnarmennir alltaf að fara í þær í burtu. Nú er þetta ekki leiklega. Mér sýnist Emil hafa tekið leikhlé. Emil þjálfari Bjarnakvenna og leikmaður og þjálfari meistaraflokksins karla. Nú er verið að stilla strengina fyrir síðustu mínúturnar, setja upp eitthvað gæða kerfi, hvernig eigi að bæta mörkum í jafnarleikinn og hinum megin hvernig eigi að bæta við fleiri mörkum og tryggja sigur. Staðan er 4-1 fyrir Essa. Bjarnar konur hafa tekið markmannin sinn út af
og ætla að spila núna þessa sókn með engan markmann en 6 útispilara eins og þið sjáið. Þið sjáið markið er autt. Ég skal segja ykkur það, þið kannski sjáið það ekki. Þá eru þær fleiri þarna í sókninni og eru þá alltaf 2 í hvern pökk. Það geta gert það. Verið alltaf 2 í alla pekki. Nú ætti að koma 2 og svo 2, það verður maður að skauta tilbaka líka. Hér er Teresa fyrst tilbaka. Tekur hann, sendir á Elínu, Elísa sendir hann. Já, það er dómur. Jónína tekur Elísu niður. Var vonsvikinn með sjálfa sig þarna. Þetta er tripping. Jónína fer í annað skipti í bóksið, það er nú óvanalegt fyrir hana. Jæja, og þá stillar 5 og 4. Þær eru 6, ég meinti það. Skot, Sjólífer. Nú er það 6 á 4. Og góða möguleika á að koma marki hérna. Við vonum það öll, er það ekki? Fyrir smá spennu í leikinn, síðustu mínúturnar. Lóra tekur uppkastið. Vinnur það, beint á Teresu. Teresa skýtur, það er yfir. En fyrst í pökkinn er Bjarnastúlka. Þetta er Marja, hún horfir, setur hann á Elínu. Elínu setur hann aftur tilbaka. Hún missir af honum og nei, heldur hann inni, vel gert. Skotið fer í fætur og pökkurinn er út og Elín er fyrst tilbaka. Nú er bara að gera að skauta af sér allavega. Einn. Arg, þetta var ekki jákvætt. Marja nýtti sér það. Pökkurinn fór í skautana hjá henni og hún nær honum og skorar 4 af 6. Þetta eru vonbrigði fyrir Bjarnastúlkur. Birta kemur þá aftur inn á í markið og Björnin er með 5 leikmenn á móti 4. Hafa ennþá tækifæri til þess að setja mark sitt á leikinn. Já. Teresa fekk hérna pökkinn bara, nei, Guðrún Marín bara beint á kylfuna og náði skoti en það fór í varnamenn. Kolbrún snýr þá, sendir fyrir á Elísu og Elísa skautar með hann inn. Horfir, kíkir, hver er þarna, hún heldur honum. Gott, sendir á Kolbrúnu, Kolbrún snýr, sendir hann á Guðrúnu. Það þarf að horfa, sjá hvar er möguleiki rétt framhjá hjá Öggu. Smá mistök. Skotið fyrir aftur í fætur. 3 mínútur eftir, 20 sekúndur eftir að refsitímanu Jónínu. Elísa þykist ætla bakvið, snýr við, Kolbrún er tilbúin, Guðrún beint á Öggu og nú tekur skotið. Það fer í Önnu Sonju. Ég held að Anna Sonja hafi ekki fengið þetta skot á góðan stað. Hún er hálf haltrandi hérna út af. En pökkurinn fer allavega yfir. Þessum Bjarnakonur takan. Essa heldur, Essa er orðnar 5. 5 og 5. 2:40 eftir. Teresa og Jónína berjast. Jónína kemur hérna full af orku úr bóksinu. Lindandi sending fyrir sem komst á alla leið. Þarna var Eva í harki fyrir framann.
skot. Það varið að varnarmanni. Nú þurfa Þarbjörnin að ná þessu og komast í síðustu sóknun. Nei, eini. Þar síðustu. Það eru 2 mínútur eftir eins og þulurinn sagði. Já, fætur koma. Mikil barátta þarna, Gunnborg og Harpa í mikilli baráttu. Kolbrún tekur þetta, róa niður, sendir tilbaka. Eva með hann, horfir upp, finnur kantinn sinn sem Harpa og Harpa kemur honum inn í svæðið en þar býður bara Anna Sonja. Og Anna Sonja horfir, kíkir hvar hún getur sett hann en þarna bara Bjarnar konur fyrir. Kolbrún náði pökknum, engin dómur, smá klessukeppni þarna upp fyrir ramman. Eina móti marki og Katrín setur pökkinn í netið. Leikur þarna á markmanninn. Það var bara kláraðan leik. Staðan orðin 6-1 fyrir SA. 47 sekúndur eftir. Það þarf að klára þetta vel. Gefum ekkert eftir. Kristín keyrir pökkinn upp. María aðstofar hana. Katrín. Hver hérna hinum megin? Það hún Herborg. Pökkurinn kemur yfir á Kolbrúnu. Kolbrún rest með sér pökkinn, María nær honum og Lóra keyrir beint inn á marki. María horfir upp sér Kristínu. Kristín skýtur sjálf í verða og leiktíminn rennur út. SA konur fagna sigri í fyrsta leik liðana á þessum vetri. 6-1. Við segjum takk fyrir okkur í kvöld og í dag og sjáumst bara í næsta leik. Bless, bless.